Mikilvægasta appið í iPadinum eða símanum, myndavélin. Ég ætla aðeins að tala um það hérna. Myndavélin er ekki bara þessi linsa og þessi hlutur sem er byggður inn í tækið ykkar, heldur er það þessi hugbúnaður, þetta app sem að fylgir, sem að lætur kannski töfrana gerast. Við skulum opna kamera appið. Það sjáum við að ég hef með stilt á fótó í horninu niðri hægra megin, en ég get stilt þarna á milli mismunandi gerða af upptöku, farið yfir í vídeo. Við skulum aðeins skoða fótó möguleikann til þess að byrja með. Ef við byrjum á að kíkja þarna vinstra megin á skjáinn, þá erum við með svona slider sem að gerir okkur kleift að þýsja inn og út frá myndefninu. Ef við færum okkur síðan hinum megin á skjáinn, þá erum við með slatt af stillingum. Þarna efst er live fótóstillingin. Ef maður kveikir á henni, þá gerist það að myndavélin tekur upp einhverjar sekúndur af hreyfingu fyrir og eftir ramman sem að hún frystir síðan sem ljósmyndina. Það er best að hafa það í huga, samt að ef maður er með live fótóstillinguna á, þá tekur myndin sem að maður tók aðeins meira pláss í minninu. En þetta getur verið mjög skemmtilegt þegar maður skoða myndir eftir á, því að maður grípur smá myndband með. Þar fyrir neðan er klukkutákn, timer. Ef maður vill til dæmis sjálfur vera með á myndinni og smella af, þá getur maður stillt á það að myndavélin taki mynd eftir 3 sekúndur eða 10 sekúndur, þannig að maður hefur tíma til þess að hlaupa inn í myndrammann. Þar fyrir neðan er mynd af eldingu. Það er flassið. Maður getur stillt það á auto, on, off. Fyrir neðan það er myndavélatákn með svona pílum í hring. Það er til þess að skipta á milli myndavélunar sem er skjámegin á tækinu og á bakhliðinni. Og þar fyrir neðan, síðast en ekki síst, er það stóri hringurinn. Takkin sem maður ýtir á til þess að setja upptöku í gang eða smetla af.